Viktor andleg fræði, 28. kafli, trú og upplifun. Andleg vakning og opnun kallast ofta að feta hinn andlega veg leiði til lífs og kærleika. Þessi vegur þröngur og torfær og margar hindranir á veginum og margt sem getur leitt viðkomandi af sporinu. Það margt í huganum sem og í umhverfi sem andstætt því að vekja upp sálina og kærleikan í hjartanu. Hið jarðneska líf í sjálfum sér egóist því þarf mikið til að synda gegn straumnum og fara aðra leið en samfélagi leggur upp með og leiðir sem flesta að fara. Það eru margar freistingar á veginum sem margar hverjar eru erfiðar að standast sem geta verið að líkamlegum sem og veraldlegum toga. Það getur því verið erfitt að halda staðfestu sinni í andlegri opnun og margir beygja af leið og fresta för sinnum óákveðinn tíma, en hinnir staðföstu og hugrökku munu finna leiðina og feta vegina á enda. Einnig mikilvægt að hafa trú á því að þetta muni takast, því trúin drifkrafturinn leiðir viðkomandi áfram og ekki síst þegar hindranirnar og erfiðar áskoranir verða á veginum. Trúin mikilvæg í hinu daglega lífi því hún mun að lokum leiða til upplifunar, sá sem trúir mun að lokum upplifa. Þegar viðkomandi hefur upplifað það sem hann trúði á, þá þarf hann ekki lengur að trúa því hún hefur breyst í upplifun. Þetta á við hið veraldlega sem og hið andlega. Það í eðli og upplagi mannsins að trúa á eitthvað æðra og meira sem oft á tíðum ósýnilegt, oft fjarri honum, en þetta í raun sálin að leita heimkynna sinna og uppruna. Þessi trúi gegnum mörg líf og aldir leiða að lokum sálina hinn rétta veg í Guðsorkuna þaðan sem hún kom í upphafi. Eins og áður sagði mikilvægt að tala við Guð í bænum sínum og tala beint frá hjartanu af auðmýkt og hér það trúin sem leiðir viðkomandi áfram. Að lokum mun viðkomandi upplifa Guðsorkuna og kærleikan í hjarta sínu og líkama og á því augnabliki mun trúin breytast í upplifun. Sá sem upplifir Guðsorkuna í líkama sínum þarf ekki lengur að trúa á Guð því hann hefur upplifað. Með trúni hægt að öðlast upplifun og þetta á einnig við öll þau markmið sem hver og einn setur sér. Hann verður að hafa trú á að þau takist að lokum og því trúin ákveðin drifkraftur sem leiðir viðkomandi áfram að upplifuninni. En trúin ein og sér leiðir ekki til upplifunar og hver og einn þarf að leggja sitt af mörkum og þarf að leggja á sig svo að markmiðin megi nást og verða upplifuð. Því þarf styrk, getu og hugrekki svo megi verða en trúin hinn undirliggjandi drifkraftur leiðir viðkomandi áfram. Í andlegri opnun því mikilvægt að missa aldrei trúna þó svo á móti blási þegar hindranirnar virðast óyfirstíganlegar en þá reynir á staðfestuna sem mun að lokum leiða til fullrar opnunar og upplifunar á Guðsorkunni. Sá sem trúir því að hann komist á fjallstindin mun að lokum upplifa það augnablik að standa á tindinum og njóta þess útsýnis sem þar Einnig hægt að trúa á einhvern og eitthvað í gegnum trúarbrögð af einhverju tagi, trúa á einhverja persónu og eða Guð. Þetta nátengt þeirri trú sem fjallað hefur verið hér að framan, en þó eiliti frábrugðin að mörgu leyti. Sameiginlegt gefur trúin á Guð manninum von, trú á eitthvað sem honum æðra og meira. Slík trú leiðir mannin áfram réttan veg og kallar fram hið góða í hverju manni. En oft á tíðum slík trú gerð af skyldurækni frekar en skilningi og því leiðir hún oft á tíðum ekki til hærri vitundar. Andleg vakning, andlegu þroski sem og hækkandi meðvitund gerast innra með hverjum og einum og því getur trú á eitthvað fyrir utan aðeins leitt hugan frá viðfangsefninu. Því gott að leiða trúna að því sem gefur andlegan þroska og hækkandi meðvitund. Að hafa trú á að hinn andlega opnun muni nást og trúa því að hver og einn
muni að lokum upplifa Guðsorkuna í líkama sínum og hjarta. Slík trú leiðir mannin áfram hinn andlega veg og heldur honum við efnið, að vera meðvitaður hugsanir sínar, gjörðir og orð og að elska náungan eins og sjálfan sig sem og sköpunarverkið. Sá sem trúir á einhvern og eða eitthvað í blindni mun ekki upplifa Guðsorkuna í líkama sínum með þeim hætti. Því er mikilvægt að nota trúna rétt sér til framdráttar og öllum til góðs.